Er það bara svona staðan á þér? Þú náttúrulega lendir í þessum svakalegu meiðslum sem að bara, já, ég horfði ekki á oftar en einu sinni en þú náður einhvern undraverðum bata. Hvað getur þú sagt okkur hvernig svona ferli var í bataferlinu? Nei, náttúrulega það leit svona smá skeri út og óheppileg, það var bara óheppileg slys, skulum orða það þannig. En skilur, það kom bara fljótt í ljós að það var bara liðbandið innan á hnén á mér sem að hefði skaddast eða rifnað svona að einhverju leyti. Svo að þá var kannski hugsað að ég þyrfti 10-12 vikur eða svo og svo gekk bara vel og heppilega, ekkert bakslag. Ég held líka að sé verið hollt að ég er mjög heppinn með aðstöðu úti. Sérstaklega það kemur að svona sjúkraþjálfun og annað. Við erum, ég gat legið í einhverjum súrefnisklefa í 45 mínútur alla daga og reyndi náttúrulega bara að gera eins mikið og ég get en að gat. En á sama tíma þá er það bara líkaminn sem stýrir og þetta skipti verið bara, já, ég held sé líka bara heppinn að líkaminn brást vel við. Þetta er svolítið kannski svona lýsir því hvernig við horfum á íslenska landslið að fyrsta tilfinning er bara EM þegar maður heyrist að þið strákarnir eru með ykkur meðan kannski liðsfélagin frá Svíþjóð eða Danmörku er kannski minna að pæla í því og er meira bara að hugsa sitt félagslið og svona, þannig að þú veist hvernig var svona tilfinningin, kom EM upp í hausana þegar þetta gerist? Já, svona kvöldið heim í rútunni eftir leik þá hugsa maður þetta. En ég er svona náðu að halda svona eitthvað vongóður og svo kom það bara, ég var búinn að spjalla líka eins við mína sérfræðinga sem að sá þetta gerast og vorum aðeins svona að velta þessu fyrir okkur og sem betur kom bara ljós strax og fljótt að ég væri myndi alltaf að jafna mig í desember svo það var stutt, horrorinn sem fylgdi þeim hugsunum. Og náttúrulega ótrúlegt hvernig þið svona í Ungverjalandi þið náttúrulega bara komið jólafrí. Já, sem er fínt að fá smá pásu eða eitthvað. Skilur, venjulega væri það kannski fínt en ég mista svo mörgum leikjum og reksmargir leikir hjá okkur. Sérstaklega með meistaradeildarleikina sem eru hvað svona mest marktakalegir alvöru leikir. Svo ég náði sem betur fyrir 4 leikjum og þess vegna fannst mér allt í lagi að reyna að ná þessum leikjum því ég var svo bara að fara í frí. En ég skilur alltaf gott að koma heim og allt það en ég hef alveg verið að spila út í viku í viðbót eða svo. Hvað ætlar að halda við heima? Hörðu, ég er nú heppinn að ég er velkominn á flest öllum stöðum sem ég hef verið áður og svo á sama tíma hef ég góð sem hjálpa mér með bæði styrk og úthald og annað. Svo ég þarf að taka á mig núna smá off-season sem er kannski það skemmtilegasta sem við gerum en ég finn það reyndar í ár að sjaldan verið jafn auðvelt í rauninni að drulla sér af stað og taka á því því að janúar er framöndan.